Komið blessuð og sæl og verið velkomin með okkur í Hvíta máva. Það nú svolítið sérstakt að ég held að Hvíti mávar verði svolítið neðan sjávar að þessu sinni. Gestur þáttarins nýkominn úr miklu ferðalagi, þar sem hann var að stórum hluta neðan sjávar. Erlendur Bogason, kafari, hann ætlar að segja okkur sögur. Erlendur, vertu velkominn. Og ég get alveg sagt, vertu bara velkominn heim, þú ert nýkominn úr ferðalagi. Heyrðu, þakka fyrir. Hvert fórstu? Heyrðu, ég fór niður til Okinawa. Já, bara stuttuleiðina. Já, og var boðið þangað. Já. Sem til þess að koma að mynda og taka myndir og kafa. Já. Á vegum hverra? Hver býður manni til Okinawa? Heyrðu, það ferðamálaráð Okinawa. Já, og þú þekkir það? Heyrðu, núna já, en ekki áður en ég fór. Nei, hvernig stóð á því að þú varst valinn í þetta? Það eiginlega lengri sagan þannig að við erum með verkefni með Hreiðari Valdís í háskólanum. Á Akureyri? Já, og honum Halldór í Arctic Portal. Já, Arctic Portal. Já, teikna á lofti held ég að sé líka. Já. Og það gengur út á það hvernig almennu kafari nýtist vísindamönnum til rannsókna. Hvernig getur nota bara kafar út allan heim til þess að safna upplýsingum. Fyrir vísindamenn? Já. Og við fengum smá styrk í sambandi við það. Já. Og þá höfðum við smá seminar á Akureyri með færingum og englendingum. Og englendingurinn, við kynntum svolítið vel, hann bauð mér eiginlega með í þessa ferð. Já. Við hafði pláss í þessa ferð. Já. Þannig að við vorum einn Íslendingur, 2 Svíar, 2 Danir, 1 Norðmaður og 2 englendingar. Og allir töluðu ensku? Já. Er það ekki? Jú. Já, það er nefnilega svoleiðis. Þannig að það var bara enskan. Já. Þurftirðu að hafa kafaragræjurna þína með þér eða? Það var bara myndavélinn og allur búnaður og galli og allt saman. Það var allt nema blýbelti og kútur. Nei, er það? Og þannig að við eiginlega byrjuðum að fljúga til Tókjó. Já. Og síðan niður til Okinawa er bara svipað á Vestmannaeyjar. Þetta er bara orðið yfir eyjarnar þarna. Já. Og fórum þarna stærstu eyjuna, Naha. Og fórum frá henni yfir í aðra smáeyjar þar sem köfum. Og flugum síðan niður til Yonaguni. Hvað er það? Það er eiginlega við strendur Taívans. Já. Smá eyja, hvort það er 1500 manns sem búar. Já. Og þar eru menn að rífast hvort að það sé mannkerður þetta er svakalegur klettur allur í útskorin. Í neðansjávar? Í neðansjávar. 250 metra langur og 30 metra hár. Já, og hvernig er hann þá, virðist vera þannig að farið hafi verið hann höndum og eitthvað gert við hann? Já, menn eru ennþá að rífast það, en ég segi það að náttúran býr ekki til horn og beina línur. Já, beint horn og beina línur? Já, það er bara horn og beina línur og allt skorið. Og þetta er alveg gríðarlegt mannvirki, segi ég. Já. Og sumir halda þetta sé bara náttúrulega gert. Já. En ég bara held í fram að ég hef aldrei séð beina línur eða horn neðan sjávar. Er þetta eitthvað sem að menn er að rífast eða? Já, menn bara skilja ekki hvað þetta er. Hvað er þetta? Er þetta alien? Er þetta geimverur? Ég held frekar að þetta er náttúrulega gríðarlega mikil hreyfing þarna á náttúrunni og það eru hestar þarna sem finnast ekki annars þar á eyjunum og dýr. Þannig ég held að þetta sé bara eitthvað tengt. Eina sem ég hugsaði að þetta væri svona utan í fjallslíð. Og þetta eru vegir, það eru stöplar. Þetta er bara sokkið í sæ. Já, eins og svona sagan Atlantis eða eitthvað svoleiðis. Já, þannig að það hafi bara verið eyja og svo hefur hún bara sokkið. Bara horfið í sæ? Já. Er þetta ekki magnað?
Þetta bara ótrúlega flott að sjá þetta og sérstaklega þarna við vorum með sem sagt syni mannsins sem fann þetta. Já. Og menn eru náttúrulega alltaf flottir svona þegar. Þannig að hann labbaði þarna á neðansjávar á stígunum. Já. En við vorum að kafa. Og maður sér alveg fyrir sér hvernig þetta hefur sem sagt verið áður. Já, og svona einhver partur af þá byggingum einhvern risastórum byggingum og sviði og... Nei, er það? Þannig að þarna allt saman bara rennir slétt. Já. Svo koma horn, stígar, önnur horn. Þannig að þetta er allt saman hornrétt og beint. Já. Kannski eina sem ég skil ekki af hverju sjórinn er ekki búinn að rúna klettana. Já. Á hvaða dýp er þetta? Þetta er eiginlega bara frá 0 og niður á einhverja 20-30 metra. Já, en er þetta þá sko, þetta er náttúrulega væntanlega eitthvað sem að vísindamenn eru búin að skoða og þess áttar? Já. Varstu fengið til þess að fara þarna niður til þess að ná í einhverjar sko upplýsingar, sannanir eða eitthvað þess áttar eða? Nei, þetta er frekar sko að, sem sagt Okinawa er bara að reyna að fá fleiri ferðamenn. Já. Og reyna að laða fólk að. Já. Ég veit að ykkur fór í sambandi við hvalaskoðun, var boðið þarna líka. Og kannski er þetta eitthvað lengra, þeir voru held ég sjálfstæðir fram til bara 1900. Já. Þá koma Japanir og taki yfir eyjarnar. Og það er eiginlega byrjuð aftur svona sjálfstæði barátta. Menn vilja sem sagt svona sagan sem heyrði bara hjá fólkinu, við vorum mjög duglegir þarna, tveir að fara út á kvöldin og spjalla við heimamenn. Já. Er að þeir núna vilja bara fá sjálfstæði aftur. Já, og vilja þá nýta svona hluti til þess að draga að og þess aftur. Já, fá ferðamenn og bara styrkja innviðina. Já. Fórstu oft þarna niður? Við köfum þarna, í vorum 14 daga ferð. Já. Og ætlum ekki kafað 10 daga á 3 á dag. Já. Þannig við vorum þarna sem sagt á 3 eyjum. Þú varst alltaf blautur? Já, alveg, má segja það. Já, það er ekki sami hiti í sjónum hérna í Eyjafirðinum eins og þarna úti þá? Það voru 4 gráður þegar ég fór hérna í firðinum og síðan fór maður í 27 gráður hann úti. Já. Og sko, er þetta berð eitthvað saman? Ég meina, það er miklu erfiðar að hreyfa sig í kuldanum og þeir eru meira búnir og allt þetta. Er þetta ekki lipurt og létt og skemmtilegt? Jú, að maður segja það að ég náttúrulega fór með blautgala með mér. Já. Er það svona svampgali? Já. Svo einn daginn þá fannst hann ekki eða hvarf. Það hafði verið settur út til hliðar. Þannig að maður fór bara í sundskýlunni. Það skipti engu máli. Og þannig að samt sko var maður að hugsa um það að eins og þann úti. Við vöknum klukkan svona 6, morgunmættur 6:30, pikk upp 7:30, svo fara á kafað, 3 kafanir og við vorum að koma heim kannski 5 á kvöldin, kvöldmættur 6, síðan voru svona komin heim á hótel 7, þá fóru svona megnið af liðinu upp á herbergi að skoða myndirnar og Facebook. Eftir daginn. Og það var englendingur þarna sá sem hafði mig með, hann talaði japansku, þannig að ég ákvað að ég ætlaði ekkert að kíkja á þetta, við fórum út eftir köfun og bara röltum og reyndum að hitta fólkið og kynnast þessu eyjafólki. Já. Og þetta var alveg meira háttar, eins og ég segi, þetta er náttúrulega bara eyjamenn. Já. Þetta eru bara eyjar það sem fólk lifir. Já. Og alveg æðislegt fólk og bara brosandi, skemmtilegt og fallegt. Já. Var ykkur boðið heim? Við gerðum eiginlega heimalingar þessum staðar. Nú. Þannig að maður segja það. Já. En sko, hvað ferðu þá út úr þessari ferð fyrir rest? Þessu? Já. Sko, við erum að kafa þarna í 27 gráðum, 40 metra skyggni og Þykir það mjög gott? Það þykir mjög gott. Já. Og eiginlega svolítið verið að segja að mér langaði bara heima að mynda. Ég saknaði sko að það var meðanst vanta litina. Þarna er búið að mynda allt saman. Maður er búin að sjá þetta allt áður. Já. Og maður í hóp, skipuðum hóp. Við vorum þarna 8 kallar og áttum að reyna
það var að reyna að halda okkur í hóp. Við náttúrulega fórum allir í sikkura áttina. Já. Og einhvern veginn bara saknaði þess að, þú veist, þegar maður kemur heim, fyrsta sem ég gerði eiginlega var að banda klippiforrit. Ég fekk svona löngun aftur til þess að fara og mynda og klippa og fara að búa til efni. Eins og þú gerðir áður? Já. Já. Þannig ég hef ekki verið að klippa núna, eða sem búa til svona stuttmyndbönd lengi. Þannig ég eiginlega bara fekk þessa löngun aftur að sýna mönnum hvað við höfum heima. Já, þú meinar það að það sem við höfum hér neðansjávar og við sjáum ekki hinn almenni borgari, það er ekki síðara heldur en þú varst að fást við þarna? Þú veist, við vorum að kafa þarna með, eins og ég segi, þessu minnismerki. Við höfum stríturnar. Þarna voru risaskuttur sem vorum að mynda og þú veist, við höfum hvali og seli. Þarna voru skjaldbökur. Við höfum allt og eiginlega botndýralífið hérna er svo mikið og bara allt þetta líf og litir og þessi fegurð. Sko, þú ert eini maðurinn sem ég veit sem á fisk sem vin eða kunningja. Vin, skulum við bara segja. Já. Já. Steinbítur. Steinbíta. Já. Þannig að maður bara fékk þessa löngun aftur til þess að fara að skapa og sýna bara mönnum hvað við höfum á Íslandi. Já. Ekki það að þetta var náttúrulega æðislegt þannig niður frá. En það er rosalega gaman að geta farið eitthvað og séð hvað aðrir hafa og hvað þeir eru að sýna og hvað þeir eru að bjóða upp á. Já. Og sjá hvað við höfum þá mikið hérna heima. Gott hérna heima. Já. En þú segir, sko, þú segir þetta sé svona hugmynd að samstarfi við vísindamenn og þess aftar. Já. Ertu þá í því svona nánast bara alltaf í vinnunni? Ertu að vinna eitthvað svoleiðis? Já, þetta er eins og með steinbítana, svona vinnu mína, að sem sagt þá hitti fyrra í nóvember þá sé ég steinbít meggjaklassa. Já. Og mynda hann og sýni þá eða sem sagt bara og fer að leita og aðeins að stúdera steinbítinn. Já. Þá sér maður það ekki til steinbíta. Síðan í enda júní í fyrra þá sér maður það að allir steinbítanir þarna á svæðinu eru allir rifnir og tættir og bara, maður hugsa bara hvað hefur gerst. Og þá fattar maður það að þeir eru að slást. Sem hengarnir slást hrygnunar. Já. Síðan þessi fáu heppnu að þá flytur hrygnan inn í hólunum þeirra. Þetta er bara eins og steinbítur á bara sína hólu, þetta er bara svo lundi. Já. Og hengarnir eiga hólur og síðan kemur hrygnan þá og flytur inn. Og fram í byrjun september, þá er hrygning og eftir að hún hrygnir þá fer hún. Og þá fer hún burtu? Já, hún bara fer í burtu. Já. Þannig að hengurinn eftir og passar eggin. Já. Og búin að ná þessum upplýsingum, þá bara langaði með að stúdera steinbítinn. Þetta er svo, við vorum með, eins og hrygningin var bara 9. september. Við náðum alveg, sko, við vorum bara með tíman, þó hefði ekki náða myndum, þá vorum við bara, þegar við köfum 8. Þá var ekkert, 9. var eiginlega allstaf búið að hrygna, þetta bara gerist. Allt á sama tíma? Já, bara sama dag hjá eiginlega öllum. Nei, er það? Og svo vorum við að mynda og fylgjast með og svo ég segi, viðstu með tíman, þá langaði við bara að reyna að fylgjast með bara þessum ferli. Já. Og taka þá næsta bara þetta ár frá 9. september til 9. Já. Og þetta náttúrulega kostar pening. Já. Þannig að eitthvað erfiðasta sem ég hef gert var það að fara í símann þegar sjómannaverkfallið var og hringja þessu útgerðarmenn sem eru búin að vinna með ykkur árin og spyrja hvort þeir vildu vera með. En bara, þetta er bara það sem ég dreymdi og langaði að gera og þá þarf maður bara virkilega að sækja það. En er þetta þá ekki það sem átt að fást við, að reyna að fá peninga til þess að gera þetta? Þetta er svona hálfgert, þetta er ekkert hálfgert, þetta er náttúrulega vísindastarf. Já. Og þetta er kannski ekki til annar staðar á mynd. Þetta er bara ekki til steinbít og rannsóknir á steinbít neðansjávar. Já, það er bara ekki til. Það er bara ekki til. En eins og ég segi að við fengum þannig pening til þess að heila klára veturinn. Klára þetta. Þannig að núna náttúrulega maður að kafa með túrista og náttúrulega sjálfur. Þannig að þá er náttúrulega ódýrara þannig séð að skrá niður og fylgjast með. Já. En ferðu þá með þessa útlendinga eða þá sem að kafa með þér, ferðu með þá á þessar slóðir, steinbíslóðirnar eða? Hvar eru þessar steinbíslóðir? Er það í Eyjafirði? Já, við erum eiginlega með 2 staði. Já. Það er þá, við tókum þarna Arnarnesstrýtuna sem við köfum alltaf á. Já. Og svo er klettur þarna við Hauganes.
Já, já. Þannig við erum þá með svona 2 svæði, köfum allt á Arnarnesstrýtuna þar sem við erum með okkar vin og félaga, Já. mertum þar hólur, 15 hólur og svo mertum við 25 hólur hinum einn. Truflið ekkert fiskinn? Ekki, þetta er bara, skiptir engu máli. Það skiptir engu máli? Nei. Nei. Og þannig að þetta er náttúrulega, þyrfti maður að taka 2-3 ár bara að fylgjast með til þess að skilja þetta. Færðu pening í það? Ætli við reynum bara ekki að gera eitthvað sniðugt og hafa samband aftur. Já. En við erum með kynntismanni frá Costa Rica sem er að vinna í Bergen, Háskólanum í Bergen. Já. Og hann er sem sagt lærður atferlisfræðingur fiska. Atferlisfræðingur fiska? Já. Já. Yes. Og mjög flottur strákur, þannig að hann er búinn að koma tvísar til okkar og ætla síðan að vera í mánuði núna í sumar og eyða sumarfríinu hjá okkur. Já, já, já. Og bara vera að kafa og hjálpa okkur með þetta verkefni. Hvernig byrjar þetta hjá þér? Ég meina, þú veist, hvað gerður áður en fórst að kafa? Heyrðu, ég var, fór til Tromsø í háskólanum þar, tók þar 2 ár. Í hverju? Sjávarútvegsfræði. Ertu sjávarútvegsfræðingur? Nei, ég náði ekki að klára það sem betur fyrr. Já. Þannig að þá erum maður ekki á þessum stað í dag. Nei. Síðan var ég að vinna þá í fiskeldi í Noregi. Já. Svo hef ég náttúrulega verið mikið á sjó. Já. Og eiginlega upphafið að segja að ég var fengið norður á Akureyri. Vinur minn var að stofna fyrirtæki. Hjálpa honum. Í hverju fyrirtæki, hvernig? Hann var sem sagt að búa til sem sagt efni eða vökvar sem setur rækju í. Já. Til þess að losa eiginlega vöðvan frá skelinni. Já, Það var já, svona já. byrjunin og Já, já, já. svo einhvern veginn leiddist maður út í að kafa eftir ígukryfjum. Og svo er þetta bara einhvern veginn að þróast. En hafðirðu haft áhuga á svona köfun eða? Ekki neitt. Nei. Aldrei eiginlega kafað eða frekar eins og maður segir, maður var alveg upp á það að vera hrædd við sjóinn heldur en að fara í hann. Já, en sko, þú ert náttúrulega bara Erlendur Bogason kafari. Já, já. Já, það er ekkert annað. Nei, nei. Og þessar myndir sem þú hefur gert og hafa birst í sjónvarpi eru afskaplega skemmtilegar og áhugaverðar. Já, já. Og bara lífríkið á Íslandi er rosalega fjölbreytt. Já. Og eftir þessa Japansferð, þar sem þá fór ég beint í verkefni, þetta er þá 4. árið sem við erum í því. Það er þá sem sagt að safna lífverum og sjónum, seti og bara söfnunarferð á alls konar, bæði seti og lífverum. Já. Og þetta er þá lyfjadeild Háskóla Íslands Já. í samvinnu við Háskóla í Chicago. Jaha. Og þannig að við vorum í 10 daga núna að ferðast á landið. Og kafa? Kafa og safna sínum. Já, já, já. Eru þá menn eitthvað að reyna að ná í efni úr sjónum eða, já. Já, bara vatni og... Já, lífverum eða einhverju. Já. Í sem sagt þá lyfjavinnslu eða þess áttar eða? Já, rækta... Eða matvæla eða? Nei, það er aðalega þetta sem lyfja. Þá verður rækta örverur sem eru... Í lyfjaiðnað? Já. Já, já, já. Og sjá hvort það sé eitthvað nýjar bakteríur örverur sem hægt er að nota. Já, já, já. Þannig að þetta er 4. árið sem við erum í þessu verkefni. Já. Og núna vorum við svona aðeins að fara yfir sem á staði sem við áður safnað, sem voru áhugaverðir. Já. Og svo vorum við að þá notum við svolítið upplýsingar frá Jóni Benjamínsinni. Hann hefur gert grein hvar er sem sagt hiti í fjörum og sjó. Já, já, já. Og reyna að fara í svona sérstakar Já, aðstæður. þannig að menn eru að reyna að ná því líka. Já, Já. svona sérstakar aðstæður. þar sem er eitthvað öðruvísi. Hita kærar örverur eða eitthvað. Já, eða bara þessi blöndun er og eitthvað sérstakt öðruvísi heldur en annars staðar. Já, 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 já. En þú segir við, hver eru við? Þarna vorum við með þá eina stelp úr Háskóla Íslands sem kemur háskólan. Svo voru hinni frá Bandaríkjunum. Já. Þannig við vorum 5 þá í þessari ferð. Í þessari grúpu? Já. Já. En fyrirtækið þitt sem slíkt, er það ekki, hvað heitir hún ekki Strítan? Það er, jú. Dive Center? Já, passar. Já. Þannig að... Og hverjir koma þangað, hvað viðskiptavinni færðu í það? Heyrðu, það er eiginlega alls staðar á heiminum. Og kafarar eða fólk sem kann ekki að kafa? Það er aðalega, sem sagt, þetta má eiginlega segja að megnið að sé bara mjög góði kafarar. Já. Því að strýturnar eru, sem sagt, bara einstakar á heimsvísu og má eiginlega segja það að
sé alltaf verða merkilegri og merkilegri. Er það ekki friðaðar? Jú, þetta eru sem þetta, við erum með 2 svæði, alveg Strýtan og Arnarnesstrýtan. Já. Og þetta eru þá 2 svæðin í heiminum sem finnast strýtur á grunnsvæði. Já. Eina svæði sem hefur fundist annar staðar með þessum, sem sagt, svona sambarlegt, Já. er á 2700 metrar dýpi. 2700 metrar dýpi. Já. Og í dag er verið mikið að tala um það að byrjun lífs á jörðinni. Já. Og hérna, við fengum hann hérna, Brian Cox heitir hann, stjarneðlisfræðingur og... Já, maður veit hver hann er. Já. Og hann gerði þá, komið hérna og þá segir hann bara í sínum þætti hérna Forces of Nature að hérna þá bara flogið hérna út hérna Gásinnar og þar út á fjörð. Já. Og Eyjafjörður, kemur bara Ísland, eini staðinn í heiminum þar sem finnast sömu aðstæður og fyrir milljónum ára þar sem lífið á jörðinni byrjaði. Það er svo margt gott sem hefur byrjað í Eyjafirði. Já, það ekki. Þannig að hérna... Já, hann segir það. Já, bara segir það. Maður heldur svona maðurinn svo hann, stjarneðlisfræðingur. Já. Eitthvað komið út úr heiminum eða bara einhver staðar. Já. En náttúrulega, nú er bara að tala um að lífið á jörðinni hafi byrjað í sjónum. Já. Og við þessar aðstæður. Við svona aðstæður. Já. Þetta er magnað. Og svo stendur maður stundum að klóra sér í hausnum, sko, hvar eru allir vísindamennir og hvar eru rannsóknirnar og þú veist, af hverju er ekki verið að stúdera þetta og nú er talað um það að hérna, já, að við ætlum að erum sem þetta að leita með norðurorku að fleiri strýtum í firðinum. Já, þeir að gera það? Já. Eru líkur til þess að það finnist? Já, það er ekki að segja það bara, já. Já. Ef við leitum þá finnum við þetta. Erlendur, hvaðan ertu? Vestmannaeyjum. Já. Fæddur og uppalinn bara orginal. Þú ert svona eins og maður segir sjóhundur. Já. Já. Og hérna, sko, þú fórst í fisk, býtunum við, þið fórst í Tromsö. Já. Og þú kláraðir það ekki. Nei. En ertu þá bara á réttum stað í lífinu? Finnst þér þú vera það? Heyrðu... Sem kafari og með þetta fyrirtækið þitt og allt? Það sem ég er að gera, margt að ég er rosalega gefandi. Og hérna, einhvern veginn þegar maður er búinn að vera svona lengi í þessu starfi, að þá getur maður að fara að gefa og miðla. Já. Og eitthvað skemmtilega sem ég geri, það var eins og í vetur fór í Naustárskóla. Var með 1. til 3. bekk að sýnaði myndir og talaði börnin um sjóinn og lífríki sjávar og hérna... Þú getur miðlað þessu? Já. Þetta er svona svolítið sem ég langar að fara. Já. Bara eins og ég segi, sjórinn er það sem er okkar, bara mikið á þessum höfum. Já, en getur maður orðað þá svo að þú sért einyrki í þessu, eða eru fleiri, dóttirinn er að vinna með þér? Já. Þannig að hún var bara skilin eftir með fyrirtækið þegar ég fór. Og hún kafar það fyrir þig, eða? Hún kafar og... Kafar hún líka? Hún er köfunarkennari. Nú, hún er köfunarkennari? Já. Þannig að hún sér, má segja, hún sér orðið ansi mikinn part í fyrirtækinu. Já. Þannig að ég er bara best geymdur einhvers staðar þegjandi í kafi. Ef að ég kæmi til þín, Já. og segði mig langar að kafa, Já. Hvað gerirðu? Þá myndi ég taka það námskeið og byrja að fara með því í sjóinn og athuga hvort þetta er eitthvað sem er eitthvað fyrir þig. Síðan getur þú skráða námskeið. Eins og ég segi, við erum bæði köfunarkennarar. Og hvar kennirðu mér? Ég kenn út á Hjalti, við erum aðstótt á Hjalti. Já, í sjónum bara? Já, bara í sjónum. Þetta er kalt? Finnur ekki fyrir því, við erum með þurrgalla og eins og sé, bara þessi tæki í dag er það góð að þú finnur ekki fyrir kulda. Já. Þannig að ég get eiginlega lofa því að þó að sjórinn sé 0 gráður að þá getur þú kafað og notið þess og þú finnur enga kulda. Alveg svona í lokin, sko, það er sem manni finnst þegar maður sér myndir neðansjávar, það sko, vegna hreyfingarinnar sem er svona hæg, þetta er allt alveg opbóðslega svona fallegt og þægilegt. Svona... Líður þér vel undir sjávarborði? Já, bara alveg, einhvern veginn bara, er þetta manns heimur. Já, þannig að þú ert eins og, sko, þá ertu bara eins og fiskur á þunnu landi þegar þú ert ekki í sjónum. Já. Það var gaman að tala við þig. Og við getum nú tekið svo sem annan þátt alveg svo sannarlega. Já, alveg 2-3. En ég er að hugsa að reyna að ná hérna mynda þér. Já. Sem ég gerir nú stundum. Svo sjá, hvernig kemur kafarinn út. Taka 2, taka eina svona.
Kæra takkir, gangi þér vel, neðansjávar og ofansjávar. Takk fyrir það.